Hjartanlega velkomin til þessarar stundar hér sem við getum sagt stjórn jólaaðstoðarinnar á Akureyri býður til. Það markar ákveðinni tímamót í hjálparstarfi innanlands hjá okkur hér á Eyjafjarðarsvæðinu, þar sem við erum að staðfesta með samningi samstarf milli þessara 4 aðila sem hafa unnið að jólaaðstoð hér á þessu svæði. Og það eru Hjálpræðisherinn á Akureyri, Hjálparkirkjunnar, Mæðrastyrksnefnd Akureyrar og Rauði krossinn við Eyjafjörð. Það sem við erum að staðfesta er að vinna þá sameiginlega að úthlutun til þess að það fjármagn sem safnast, að það nýtist sem best og þeim sem þurfa mest á hjálpina að halda. Þessi samtök hafa sinnt þessu undanfarin ár og í fyrra þá hófum við þetta samstarf með því að kasta okkur út í það að vinna saman og það gekk ágætlega og það var ákveðið þá í framhaldi af því, eins og víðast hvar á landsbyggðinni, að vinna saman að þessari jólaaðstoð sem skiptir fólk verulegu máli. Það voru sem þetta í fyrra 303 heimili sem nutu aðstoðar og það söfnuðust hér á Akureyri rúma 7 milljónir og vissulega þörfin svo sama en þann dag við viljum hvetja þá fyrirtæki og einstaklingar til þess að styðja þetta og leggja sitt af mörkum þannig að samfélag okkar megi vera sem mannúðlegast. Birna Vilbergsdóttir sem skrifar undir fyrir Hjálpræðisherinn og Vilborg Oddsdóttir fyrir hönd Hjálparkirkjunnar, sjálfur sitt ég í stjórninni, Guðmundur Guðmundsson heiti ég, og Mæðrastyrksnefnd Akureyrar að Sigurveig Bergsteinsdóttir sem skrifar undir og fyrir Rauða krossinn við Eyjafjörð vera Hafsteinn Jakobsson. Og þá held ég að við skrifum undir þennan samning eins og vel. Og við höfum þá tilfinningu það verði ekki minna þegar maður síður sig. Ástandið heldur verða. Síður í dag. Það sem náttúrulega gerast að þeir sem að búa á Vesturlauginum og búa við fátækt. Þeirra bara, það hefur verið að kreppa að meira og meira fyrir þennan hóp. Við vitum það að laun og bætur hafa hækkað hlutfallslega minna heldur til dæmis húsnæðisverð og matur. Þannig að það að kreppa að og líka bara þolinmæði, eins og ég segi að búin að vera núna í nokkur ár að lifa undir fátæktarmörkum og það svona ekkert í augsýn sem að breytast hjá þessum hóp. Þannig að þörfin sé því miður bara ekki minni. En ekki hafa einhvern veginn, fólki meira á yngra fólki heldur en eldra fólki sem sækir þetta, hefur það eitthvað breyst heldur? Já, minnum og miðað við jólaaðstoðin fyrir þá finnst þetta að vera svona blandað. En þetta fólk sem náttúrulega með bætur. Þetta fólk á örorkubótum, fólk ellilífeyrisþegar, fólk sem hefur kannski lífeyri eða á framfærslu sveitarfélaga. Og spurningin þín Björn áðan að einmitt það heyrðum við mikið í fyrra og erum búin að verða varfið núna, fólki sem er að tala með okkur núna, að það einmitt hefur aldrei komið áður. Það hefur ekki, og það segir það, nei, ég hef aldrei sótt áður. Það að sjá nýja andlit. Við erum að sjá nýja andlit og þetta einmitt fólk sem hefur látið sig hafa það, en getur bara ekki meir. Það bara eins og Vilborg sagði, þetta það langur tími. Það bara getur, nú sér það ekki framöndan og það bara getur ekki meir. Og líka þó þú getur það dagstælega, þá jólin bara mjög erfið tími. Það bara þannig. Við viljum ekki geta gert vel við sjálfum
náttúrulega var þetta samstarf fyrst skipti fyrra og þá náttúrulega komið svo þá út úr útmynduninni og því svo tölulegar upplýsingar sem var unnið í tölfræði og þá höfum við þær upplýsingar núna eftir þessa úthlutun að sjá kannski breytingar og eða hvort að það að halda sér samskonar tölfræði upplýsingar upp á bæði hvort þetta hvernig mikið ellilífeyrisþega eða einstætt fólk eða hvað. Þetta var svolítið sterkt fyrir okkur að sjá svona tölfræðilega útprentalega á því hvernig staðan var og það nokkuð sem við hér á svæðinu höfum aldrei haft áður. Þannig að það líka nýtt fyrir okkur að geta þá haft það svona svart og hvít svona í næsta mánuði að auglýsa okkur upp og bjóða fólki að koma í viðtöl og útluta þá í desember. Hvað verður þið með? Við munum auglýsa símanúmer þar sem fólk mun hringja í okkur og fá 10 viðtalstíma og við boðum það til okkar þar sem við verðum og ræðum við það og svo verðum við útlutun aftur í kringum miðjan desember og við höfum fengið að vera hjá einu Iðju í salli á þeim og við höfum nýtt okkur líka pláss hjá Rauða krossinum. Þú gleðst yfir þessum áfanga í þessu hjálparstarfinu hér og vona að þetta verði til þess að efla það og að hjálpin dugi fleirum og hvetja þá fyrirtæki og einstaklingar til þess að leggja sitt af mörkum.